Kjerkardskeifur eru sérhannaðar fyrir íslenska hestinn. Kjerkardskeifur eru undir mörgum fremstu gæðingum landsins. Kjerkart yfir 100 ára reynsla. Það að fara kallakórin. Ég veit að það oft mikið testosterón í hestamönnum, þannig ég býst ekki við neinu. En það er oft ekki cool að vera að syngja. Allir gæjar sem syngja núna, það bara plús. Þannig að þetta er svona keppni við stelpurnar, eru tilbúinir? Reyna að taka smá hérna svona höstamannakóð, það er grimmankóð. Við þekktum. Já. Við alltaf. Þetta er hraustlega gert. Drykkjuskap. Já, þetta er mjög gott. Ok, núna bæði kallar, stelpur, konur og kallar, strákar og stelpur í einu og ég dæmi hvort þeir herra í stelpum eða strákum eða köllum. Það er saman núna. 1, 2, 3, þið þekktuð. Þið alltaf. Drykkjuskap. Ok, þetta var mjög gott og höldum áfram með sirkuna. Og af því að það er réttum þessum aldrei voru hestbak. Það er alltaf til. Ásmáni góð þess, já og djúsa, fyrst og drikkarum á. Aftóðuðu vel, finna húsa, samum og erfaðusum bóð. Pabbi gamla í sípur, hann meiri dal og strípur og að fara á ball. Hvert er að fara? Akkurat, þetta er svona one-liners. Mamma pekar alltaf munning. Þegar hún maskar augun, hún að fara á ball. Hvert er mamma að fara? Mamma mín líka. Og Sirpan heldur á. Hann keppir fyrir topprættir Ármót. Og Íslandsdóttir Jakobi. Svona, held það. Hvað segir Jakobi? Takk upp. Já, hún spurði þig hérna, Þóru spurði þig bara, ég ætla einmitt að spurði það, ertu sáttur? Já, ég er sáttur. Já. Það er erfitt að koma fyrstur inn, eða ekki? Jú, en ég meina, ég er svo sem oft gert áður. Já. Þetta var ekkert stórmál þannig, sko. Og þið saman hafið gert? Já, við saman gert áður. Þannig ég vissi nú alveg hvernig, maður veit svo sem aldrei alveg hvernig hesturinn höndlar þetta. Hann var svona aðeins öðruvís heldur en hann var á æfingu við mig, sko. En ég hins vegar bara þekki hesturinn og hann bregst mann ekki þessi hestur, sko. Er eitthvað sem þú getur bætt? Já, ég held ég geti verið með svona aðeins meiri léttleika í gangtegundunum, sko. Já. Þannig að ég fæ hann aðeins léttari, sko. Já. Þetta er alltaf fín einhvern, 7.30. Alltaf dugar í svona úrslit ef að... Við skulum vona það. Hann fór ekki svona hátt í fyrra, sko. Nei, En það eru sterkir hestar en annað. Byrja vel einhverju. Hvað fór Siggi? það er ekki komið. Nei. This is the end. Ég syng hvernig skýður. Hold your breath and count to 10. I've dreamt and dreamt this moment. So overdue I owe. Hvað segir þau? Þú voru að klára í þetta? Sýndu mig fyndi? Jóla hvað? Jóla hvað? Herðu, Siggi, þú hlýtur að vera sáttur, ekki? Jújú, þetta var bara, það er ekki þetta að biðja meira á þessum tíma. 7.60? Já. Hvað eitthvað sem að klikkaði? Eitthvað sem getur gert betur? Já, ég held það. Hann var ekki að feta nógu vel svona framan af. Ég rak löppina þessu utan í brekkverkið og þá byrjaði hann að flýta sig aðeins og ég
held ég aðeins inn á brokki hægu tölti líka. Já, en ég meina þetta var samt bara gott, gekk. Rann smurt. Kátur þetta sem byrja? Jú, það er gaman að, þú veist, maður sér bara líka hvað fólk hefur gaman að þessu. Það er alveg sneisa full öll og tróðið út úr dyrum, það er frábært. Ekkert búið að vera og svo byrja þetta og það er gaman. Það er komið, en nú er þetta byrjað. Já. Veistlega, framöndan. Já. Þetta er það mikið, Siggi, við sjáum það örugglega eftir úrslitum. Já, vonandi, maður veit ekki hvað er fara á stað, sko. Þetta er allavega að byrja vel. Já, takk. Óli, hvernig gekk? Hefði getað gengið betur. Hvað? Hvað, ég hvað ykkur fórstu? 6:70. 6:70. Hvað, er eitthvað sérstæð sem kirkjaði? Ég fannst það bara ekki nógu stendur á töltinu sérstaklega, sko. Ekki eins og það getur verið? Nei, svona, það getur verið betri. Já. Og kannski ég líka, ég veit það ekki. En þetta er eins og gengur? Já. Er eitthvað stress í gangi? Nei, ég er svona, nei, ég veit það svo sem ekki alveg. Þetta er svona náttúrulega stóra mikill hestur, mikið að haldum. En þú ætlaði þér meira? Já, þú veist, ég náttúrulega fór hérna rétt yfir 7 í fyrra, sko, forkefni. En það er svona, þetta er, svona er þetta bara. Það er bara, stundum ekki. Það er bara að koma tvíheldur næst. Já, það þýðir ekkert annað. Nei. Takk fyrir spjallið. Takk svo leiðis. Óli, það hafi ekki með þetta. Takk. Sátt? Já, mjög sátt. Já. Gekk vel? Já, það gekk vel. Ég held ég sé bara mjög ánægð með það. Þetta er 3. keppnin hans og 2 ár síðan hann keppti síðast. Hann var fyrir miklu slísi og svo bara standa sig djöfull vel. Þið hafa ákveðið að taka gamla geldinginn sem það var. Já, við ákveðum að gera það, sko. Já. Eitthvað sem þú hefur viljað gera betur? Já, það var örugglega ýmislegt, sko. Ég var kannski eitthvað hröð á hægatöltinu, hugsa ég. Og ég hef getað verið með betra stökk. Það var gott, sko, en hann er með frábært stökk, ég var kannski ekki með frábært. Það allavega leit vel út. Já, þannig að, annars gekk það bara einhvern brokkið var gott og fetið nokkuð gott og þetta var bara mjög satt. Svona, þú veist þér, hann er ennþá ekki mjög keppnisvanur, skilurðu, og það hefur náttúrulega áhrif. Við skulum sjá hvað þetta gerir. Já, hvað það gerir, það er spurningin, sko. Þetta er rétt að byrja. Já, akkúrat, það er mjög. En allavega til hamingju með að vera að byrja. Já, takk fyrir það. 17. Þá köllum við næsta keppanda í braut. Það er hún Artemisia Bertus meðan Kork frá Ingólfshvoli. Þarna kemur hún. Artemisia Bertus og Korkur frá Ingólfshvoli. Korkur er 7 vetra gamall, faðir er Leiknir frá Vakurstöðum og móðir er Korka frá Ingólfshvoli. Það er bara svona, þetta bara tekur úr því. Þess vegna mér, hvernig gekk þetta? Það gekk ekki nógu vel. Ekki nógu vel? Í hvað einhverjum vorstu? Ég man það ekki, 7-10 held ég. 7-10? Já. Og hvað var það sem þið fannst klikka? Það var eiginlega rosalega margt. Það var,
yfirferðin og það kom los á hann. Svo voru gangskiptingar aðeins brösalegar niður í fet og það gekk ekki vel og hann var ekki alveg slagur. Hann var svona spá í fólkinu og var aðeins hissa. Já, er þetta ekki bara það sem fylgir þegar að vera að fara á stað og... Jú, en ég taldi að mig geti gert þetta svolítið vel, sko. Annars hefði ég ekki mætið með hann. Nei. Þannig að þetta er svona sannsvekkjandi fyrir svona hest. Þó að tölurnar 7-10 er ekkert stæm tala, sko. Það er bara heldur ekki nógu gott. Þannig að við sjá hvað þetta gerir og hvort að komast í úrslit og þá hefur tækifæri og þið til að gera betur. Og svo bara seinna voru í sumar. Já. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis. Velkomin til leiks. Já, takk. Hvernig gekk? Það gekk ekki illa. Nei? Það gekk bara svona nokkurn veginn eins og ég átti bara von á. Já. Og svo náttúrulega veldur þetta alltaf á tölum hjá dómurum og þeir voru mjög samstígandi. Það var svona 2 6 tölur, 6-8 og 6-7 og svo 7-0 og 7-1. Þannig að hann kom í 6-93. Þetta er nýr hestur, eða? Alveg nýr. Bara unglingur, sko. Bara unglingur? Unglingur. Þannig er þið komin í háskóla? Já, núna er það komin í háskóla og nú bara stefnan að fara upp með hann, sko. Og hvernig er að vera komin 10. meistaradeildina? Þú veist að maður er bara æðislegt. Eða maður býður bara spenntur eftir þessu. Þetta er búið að breytast? Í raun og veru kannski utanumhaldið. Þetta er orðið allt glæsilegur og meira og þetta er alltaf verið stígandi í þessu. Þetta var flott, þetta byrjaði náttúrulega á þeim tíma og síðan hefur þetta bara vaxið og það er alltaf verið að gera þetta öflugra og skemmtilegra og svona yfirborðið er fallegt á þessu og mótsetning og svona, þetta er virðulegt og fínt. Þetta er í mjög góðum málum. Þannig að þú er bara hress? Mjög hress. Mjög hress. Takk. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Nú næsti keppandi í braut, það er hann Jón K. Sigurjónsson meðan Konsert frá Korpu. Og þarna koma þeir, Jón og Konsert frá Korpu. Konsert er 8 vetra gamall brúnn, faðir er Sær frá Bakkagoti. Það vantar svona smá power. Það var svona eins og hann væri gett heitt. Mér var heitt. Var þér heitt? Já. Þessu Jón, hvernig dettur mönnum í huga að góða með aðra hesti í fjórðum? Heyrðu, hann er náttúrulega bara algjör snillingur, sko. Hann er svona, má segja, jafnvígur á öllum gangi, sko. Já. Var hann hissa að þú skulle ekki hafa lagt það? Ég veit ekki, ég er nú ekki búinn að leggja núna í vetur, þannig að sparaði það. Í hvað einhver komum? 6,93. Já, þetta er verið spennandi. Það eru margir hérna á... Í þessu? Já, ég hef ekki skoðað þetta, sko, ekki neitt. Ég veit ekkert. En sáttur, hvað sem það getið gert betur? Ég veit ekki, ég á eftir að hugsa þetta aðeins. Já, ég meina... Spyrjaðu á morgun? Spyrjaðu á morgun? Spyrjaðu mig á morgun, já. Nei, mér fannst það svona eiginlega betri allstaðar svona á æfingunni. Já, ég verður að segja. Já. Við skulum sjá hvað þetta... Sjáum hvað þetta gerir. Sjáum hvað þetta gerir. Takk fyrir spjallið. Takk. Í 7,1 og 7,2, takk fyrir. Og það gerir í aðalengun 7,0. Jæja, Anna, hvernig gekk þetta?
Ég er bara mjög sátt. Já? Með okkar stutta tíma þá er ég bara alveg mjög sátt. Í hvaða tölu? 7. 7 slétta? 7 slétta. Já. Þannig að þetta hefur bara gengið vel? Já, já. Er gott að vera búinn eða var þetta... Mjög gott. Já. Það var aðeins að taka orðan í skrækinn svona. Já. Þetta er skemmtilegt að vera komin svona í gang. Jú, reyndar. Það gekk betur heldur en síðast, er það ekki? Jú, ég hef búin að bæta mig, sko. Alltaf réttir leið. Það er nefnilega, svo fyndi við að þetta er, ég var lánshesti líka seinast. Já. Og það var hann Ketill frá Vakarstöðum. Já. Svo nú tók ég Vakar frá Ketillstöðum, þannig að ég er búinn með hringinn. Það er spurning hvað þú átt að taka næst. Já, ég spurði Úlli hvort það var ekki til Ketill frá Ketillstöðum. Já. Vakar frá Vakar. Eða Vakar frá Vakarstöðum. Já. Það er eina sem var eftir. Já. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Segðu henni, hvernig gekk ég á? Það er 7,2, 7,4, 6,7, 7,2 og 7,1. Já, brilliant. Það er rosalega flott útkoma. Vel, góð heimennska og bara við erum mjög stoltir af þessu. 7,17. Góð byrjun. Já. Hvernig er þetta? Ég sé gott, en þú? Bara gott. Þú ekki bara hress og sáttur og sáttur? Jú, ég er, hvað segir maður, auðmjúkur. Ei, að vera að bíta hann, Vigdís. Ekki láta bíta hann. Það náðu ekki skilið. Nei, þetta er bara ævintýrlegur hestur. Það hérna, ég gerði bara fullt af mistökum fyrir Íslandsmót í sumar. Sem ég lærði það. Bæði lendi ég að meiða mig sjálfur og svo var ég svo mikið í burtu. En þetta er bara megatækið þessi hestur. Hann er úr ykkar ræktun? Já, það er papparæktun, ég ræktaði hann ekki neitt sko. Nei, en þú er svona tengt? Já, og ég keppti á mömmu hans og ömmu hans og afa hans og þannig að mér líður eins og að rækka Hinrik stundum sko. En ég er búinn að vera með rosalega mikið stendur bak við hann sko. Hvað er hérna, bara sáttur við allt, eitthvað sem þú getur lagað? Hérna inni? Já. Fannst þetta bara svona ganga. Ég hef, sko, hann er svo miklu betur úti heldur en inni, sko. Að hérna... En ég er ekki bara tekkinniðinn er rosa glaður og þú ekki finna neitt sem þú getur lagað? Jú, örugglega. Það er örugglega. En þú veist, jú, hann getur verið komin flottari þarna og komin flottari þarna. En þetta er svona, ég held að hann verður auðveldari eða svona skemmtilega með öðrum hestum, sko. Já. En þú veist, þegar verður sogið og verður... Og síðan held ég líka eins og á ferðinni að hann virka að fara ekkert rosalega hratt sko, út að hann skrifa svo stórt sko. En það er ekkert komið ótt fyrir að það verið tekið fram úr honum sko. Út að hann skrifa svo mikið sko. En ég held að eins og þar nýtur hann bara aðeins samanburðar. En þetta er bara gaman, það er rosalega gaman að eiga svona hest. Þetta tókstu vel og máttur sáttur og smá stund og alveg sama, ég hlýt að komast í úrslit, en alveg sama hvernig úrslit fara eða hversu góðir hinir eru. Og ef það er einhverju svo góður að þeir vinna minn hest, þá verður minn ekkert verri, sko. Þannig að ég er bara rosalega hamingjusamur með hann. Bara til hamingju. Takk. Og gangið vel á eftir. Takk.